Þakka ykkur fyrir að gefa mér þennan tíma. Og ég ránaði með að þið skulu skipuleggja þessa dagskrá forystufé og það er spurningin hvað þú vilt gefa mér langan tíma. Í rauninni eins og þú gerir ráð fyrir, upphaflega vorum við að tala svona kringum korter, 15 mínútur. Það er gott. Ég skal reyna það og bara stoppa mig ef það er orðið of mikið. Já, Stoppa mig bara. Þú gerir bara einhvers að henda. Það er langt best. Þetta er eins og þegar ég var kennari í gamla daga í bændaskólanum. Þá var það, óskar alltaf eftir því að ég veri stoppaður. Nú er það, já. Já. Lét nemendur sjá það. Ég átti að segja mér hvernig ég var búinn og hvernig átti að fara í frímínútur. Já, meira að segja það. Því treysti ég alltaf. Jæja, mig langar til þess að byrja á því að ég er 80 ára gamall, fæddur 1944 og ég sá fyrst forystukindur hérna í Reykjavík. Sennilega var það 1954 og þá heimsótti ég mann sem átti kindur í Selási, hét Magnús Magnússon. Það er reyndar mynd af honum í bókinni minni, Sauðfjárbúskapur í Reykjavík, þar sem hann er að gefa brauð einnig að sínum forystufám. En ég kom þangað og þetta er rétt eftir fjárskiptin því að nýja féð kom hingað 1952 úr Vestur-Barðastrandarsýslu mest. Og þannig að þessi forystuær sem að ég sá þarna 10 ára gamall, hefur þá komið bara úr Vestur-Barðastrandarsýslu. Sumir hafa verið að segja að það hafi ekkert verið til forystufé en það er rangt. Þar er búið að vera til forystufé mjög lengi og ég er búin að fá það staðfest frá innfæddum barðstrendingum. Ekki eins algengt eins og víða annars staðar en þar var til á þessum tíma forystufé, þannig að það komu hingað yfir á Suðvesturland kom svo lítið af forystufé en síðan var ræktunni hérna meira í gegnum sæðingar og það var þá þingeist forystufé sem kom þá við sögu síðar. Nú ég sem sagt man alltaf eftir þessu þegar ég er 10 ára gamall, svo er ég á sumrin er ég alltaf frá 7 ára aldri frá 1952 þá er ég í Hnausum í Austur-Húnavatnssýslu öll sumur þangað til ég var 17 ára, þannig ég er hálfvalinn þar upp á sumrin allavega og þar voru engar forystukindur til þar á þeim bæjum í þinginu. Það komu engar forystukindur þangað. Þannig að ég sá aldrei forystukindur þar en síðan gerðist það 1958 að Leifur Sveinbjörnsson, frændi minn sem bjó með Sveinbirni afa mínum í Hnausum 1, að hann lét sæða í fyrsta skipti nokkrar ær og þar á meðal var sætt úr Túla frá Háholti í Gnúpverjahreppi. Og það voru 2 ær sem að festu fang og hjá honum voru báðar tvílundar, önnur var hvít og hinn var svartbotnótt og ég tók eftir þessum lömbum, þessum hálfblóðs 50% lömbum haustið. Ég var sendur í Víðidalstungu rétt sem einn af 8 skilamönnum úr Sveinsstaðahreppi og ég tók eftir inn í rekstrinum alveg þessari svarbotnóttu með gimbrarnar og þær fóru á undan, voru mjög undan ánni og stjórnuðu rekstrinum. Þegar við vorum að reka, tók ekki eftir ég reyndar fyrir en við vorum búin að draga sundur á Hólabæki og vorum að reka frá Hólabæki að þá skelltu gimbrarnar sér á undan. Og þá ég átti kindur í Hnausum, nokkrar ær, en ég keypti þessar. Ég bara spurði frænda hvort ég mætti ekki bara kaupa þær á honum og ég langaði svo vega þar. Þannig að þetta var upphafið að minni
forystufjáreign. Og það 2 gimbrar, svartbotnótt og móbotnótt. Hann átti undan Hvítuánni, átti frændi sauð sem var lamprút, sem var mjög vel lettrækur. Hann var hvítur. Hann var hvítur undan Hvítrá og undan Túla. Og það var mjög sérstök minning hann að það átti að senda hann í slátrun. Og ég var að reka ásamt við í hnausum frá báðum búunum og svo 2 bú í Öxl. Við vorum að reka saman sláturfé á Blönduós og Leifur lét mig fara í reksturinn og sagði mér að horfa á þennan hvíta lamprút hvort hann færi nokkuð á undan. Og ef hann færi á undan þá mætti ég reyna að ná honum úr rekstrinum og halda honum eftir, annars færi hann í slátrun. Og ég bað Jón Jónsson í Öxl, sem var gamall maður, ég bað hann að hjálpa mér við þetta, því hann fór dálítið á undan, ég var meira á eftir og við. Þetta var 6-7 manns að reka þennan rekstur, stór sláturfjárrekstur, og þegar við erum komnir út fyrir Lax á Ásum, þá sé ég alveg að þetta lamb skellir sér á undan fénu. Það rífur sig á undan fénu, þetta var bara 50% hyrndur lambrútur undan Túla, eins og gimbrarnar. Og þá sagði ég Jóni að ég vildi stoppa við Hjaltabakka og ná honum og fara með hann heim og geyma hann þar og Leifur myndi síðan sækja hann í bíl. Jón var voða hissa og svo staðfesti Jón það að hrúturinn væri léttrækur, hann færi á undan. Og við náðum, lömbin voru aðeins þreytt, þannig að við náðum honum bara við hlið á Hjaltabakka. Og Jón þekkti til á Hjaltabakka og hann fór á undan og ég dró hrútinn heim að húsi, heimreiðina. Og hann bað pláss fyrir hrútinn og hann var settur þar í hesthús og ég tognaði í bakinu. Ég tognaði í bakinu og var með slæmur í bakinu allt haustið eftir það. En það lagaðist. Ég var svo ungur og hvað var ég? 15 ára. Ég lagaðist fljótt, en ég man alltaf eftir þessu því að mér leið illa eftir dráttina á hrútnum. En hann var síðan geltur og var sauður í hnausum í mörg ár, þó nokkuð mörg ár, og var svona nokkuð góð forystukind, en átti það til með að vera svolítið erfiður á haustin. Og þeir lentu einhver tíman í honum í Árkugili inn hjá Grímstungu, Grímstungu Haugagils. Hann eitt hausti gekk svolítið illa að ná honum það, en hann var forysta í honum þó að væri bara 50%. Þetta var svona það fyrsta. En svo aðeins ætla ég að víkja minni ræktun sem í Reykjavík, sem ég er búin að eiga kindur í Reykjavík síðan 1957 og ég verð að rækta svolítið forystu við hérna í undanfarin 40 ár. Ég byrjaði ekki á því fyrir upp úr 1980 og þá var það Salomon frá Flögu í Þistilfirði, hann var sá fyrsti sem ég notaði. Það var Móblesi frá Klifshaga í Öxarfirði. Þetta er svona þessi röðin, Geri frá Gróustöðum, Jóakim frá Bjarnarstöðum og Flórgóði frá Hafrafellstungu. Þetta nú þeir helstu sem ég hef notað við sæðingar. Og mér hefur reynst best það sem ég fekk út af Jóakim. Ég fekk alveg ágætan forystusauð undan honum og nokkuð gott líka út af Flórgóða, en ég var fyrir Flórgóða og þó. Eiginlega skemmdi Flórgóði hjá mér ræktunina vegna styggðar. Þannig að Flórgóði átti fallegar 2 ær sem fekk út úr sæðingum, sæði sjálfur, fekk gullfallegar 2 ær undan Flórgóða, en þær voru gallagripir, sérstaklega önnur þeirra, og var mjög erfið í húsi og berjandi í kringum sig allt, en svo var styggð í þeim. Og það eiginlega skemmdu fyrir mér ræktunina. Ég fekk ágætt til dæmis á sínum tíma undan Móblesa og sérstaklega út af Jóakim og þannig í byrjuninni þess ég fekk undan Salom og Svarta, það var bara ágætt. Þannig að því miður þá var Flórgóði, hann var ekki nógu mikið til heilla hjá mér, þó eru fallegar kindur undan honum. Og svo núna síðast er ég með út af strumpi og það líka með vel við. Og ég á sauð núna sem það strumpur var afans.
og hann alveg nákvæmlega eins og lítinn eins og Strumpur var. Og ég man eftir Strumpi, ég sá hann, ég var síðasti maðurinn sem keypti sæði á sæðingarstöðinni haustið þegar ég var að sæða úr honum og þá fékk ég að sjá hana því ég var síðasti maðurinn sem kom inn á stöðinni, ég var settur í galla og ég sá Strump og ég hef aldrei séð skemmtilegri forystukind. Það var alveg gullfallegur, ekki stór, en hann var svo vitur og skemmtilegur. Ég hleypti honum út og hann labbaði út úr húsinu og kom aftur og ég var sannfærður að þetta væri góð kind, en ég fékk ekkert út á hann, ég var að kaupa síðar hrút sem var út af Strumpi, en þannig ég hef haft álit á honum. Því miður var hann ekki lengi, hann snaut ekki lengi við á stöð. Nú, ég ætla að nefna það að í bókinni sem að Daniel Hansen og Guðjón gáfu út í hérna vetur, þar grein eftir mig forystuféð sem hefur verið ræktað í Norður-Ameríku. Ég hef komið þar töluvert við sögu alla tíð og ég skrifaði Blesu Stefaníu sem frægorðin og ég kem inn á það í þessari grein. Ég hef einnig verið í miklu samband við Margréti Flowers sem núna helsti ræktandi forystufjár í Norður-Ameríku og býr í Bandaríkjunum. Hún komin með í sinni ræktun, hún komin í 98% uppræktun. En hafið í huga að Blesa Stefaníu, sem var úr Öræfunum á sínum tíma, 1990, hún var ekki nema 12,5%. Það uppgötaðist ekki fyrir löngu seinna þegar ég fór að skoða það. Og talaði við eigendurna og þá komu ljós að Blesa þessi fræga hún var ekki nema 12,5%. Sýnir bara hvað merkilegt hvað sumir blendingar geta sýnt mikla hæfileika. Og ég hef stundum átt svona 65% blendingar sem hafa verið bara alveg ljómandi góða forystukindur. En svo hef ég líka átt 100% forystukindur sem hafa verið vitleysingar. Þannig að það allt þarna til. Ég reyni þó að hreinrækta, að sjálfsögðu. En ég vil bara aðeins nefna þetta, að blendingar geta verið býsna vitrir. Nú, aðeins varðandi forystuféð almennt, þetta minni reynslu. Þetta náttúrulega ákaflega vökular kindur. Það fylgja svo vel með öll í kringum sig og það sé ég bara hérna heim í Reykjavík þegar ég hleyptir út úr húsi, út á hól. Þá horfa þær hér yfir allt og að káfa því hvort það sé einhverju hundar nálægt eða einhver kvikindi sem geta skaðað þær og gera það frekar en annað fé. Þær eru misgæfar. Sumar eru bara hreinlega stykkar og jafnvel leiðinlegar í húsi, en aðrar eru aftur á móti bara gæfar og þægilegar. Og sauðurinn Hringur sem ég átti á 11. vetur, hann var á 11. vetur þegar hann var felldur, hann var undan Jóakim og hann var alveg eins og forystukind á að vera. Hann var þægilegur í húsi, ekkert rosalega gæfur, en hann var hægt að klappa honum aðeins, en hann var ekkert sérstaklega mannelskur, en hann var þægur og fór vel á undan, hann fór á undan safninu þegar var ekki í réttina, frá, og hann var svona alveg feiknarlega velheppnuð kind. Ég fékk hann út af sæðingum, móðir hans var undan Gera og var móblesótt, en Hringur þessi, hann var eiginlega eins á litinn og Jóakim. Grá bíldóttur, flekkóttur. Og þegar var verið að rýja hérna, þá var hann allra kinda þægastur. Þegar var verið að rýja hann. Með óskaplega góða ull og hann heimtist ekki fyrir en komið var fram á vetur, núna er vetur sem leið. Og það gerði svolítið sérkennilegt, hann var alblindur þegar hann kom. Hann var á 11. vetri, hann var staurblindur. Og hann kom fram á stað sem hann hafði ekki gengið á áður. Þannig hann hefur farið töluverða vegalengd, svona blindur, og við söknuðum hans alveg gríðarlega. Það var margar myndir af honum alveg frá því hann var lamb. Nú svo ætla ég aðeins að tala fleira.
Á fengitíma eru þessir forystuhrútar sem ég verið með, þeir hafa undantekningarlaust verið mjög virkir og aldrei neinn vandræði með þá. Og reyndar gríðarlega virkir. Og ærnar hafa verið, þar hafa ég samstilli með svömpum og það hefur yfirleitt gengið vel að samstilla þær. Sæðingarnar hafa gengið misjafnlega, þær stundum hefur mig gengið illa að láta festa fang við sæðingu, ég verð að játa það. Og þær eru, einu þeirra sýndi mjög sérkennilegt atferli sem ég man eftir og jarmaði mikið á fengitíma þegar hún var að ganga. Hún jarmaði mikið og þetta er til í venjulegu fé, ég orðið var við það og eins að þær sé að riðla á öðrum ám, það er tilfellið, það gerist einstakar sinnum. En þessi móblessa mín þarna, hún var ágætis ær, en hún var alveg ómöguleg og hún jarmaði og var, ég held ófriðlega mjög á fengitíma í svona 2 daga eða svo. Svo er einn kostur mikill við forystuvarnar að þeim gengur yfirleitt vel að bera. Nær undantekningarlaust gengur þeim vel að bera og mér þykir það mjög athyglisvert hvað lömbin eru fljót á legg. Ég var búinn að taka til því bara snemma þegar ég var að byrja fyrir 40 árum að þá var ég með kindurnar upp í Kópavogi og það lágið opið örfáar ær og svo ber forystublendingur, hún var nú ekki nema 65%. Hún var út af Salómon Svarta og hún ber á morgni dags og eldsnemma, greinilega nýbúrin þegar ég kom til hennar og ég var ekkert að gera með það og lét hann að hugsa sér svo, nú ætla ég að ná lambinu og vikta það því að ég vikta alltaf lamb nýfædd. Og svo ég ætlaði mér að vikta hana því ég kæm úr vinnunni, seinnipartinn. Svona dálitlu girðingarhólfi og lá við opið. Svo kom ég svona líklega milli 6 og 7 og ætlaði að fara að vikta lambið og náði ég því ekki. Þá var ég með staf og ætlaði að krækja í lambið. Nei, það var ekki viðlit að náði. Og ég man ekki hvenær ég náði eftir einhverja daga. Held að það hafði aldrei verið viktað því að þá var það bara svo sprækt. Og ég tekið eftir þessu, ég læt nú bera hérna heima núna bara í fjárhúsinu og fylgist ég dálítið vel með þeim. Og það er alveg aðdáunarvert hvað forystulömbin eru virkilega fljót, blendingar líka, virkilega fljót á legg og mér finnst það vera mikill kostur, fljót á spena og jafnvel þó þau séu lítil sum en oftast eru þau sæmilega væn. Mér langar aðeins til þess að nefna það að varðandi ræktunarmarkmiðin að það er jákvætt að vera með ræktunarmarkmið en ég bið ykkur endilega að passa upp á það að það eru forystu hæfileikarnir og skapferlið sem skipta svo miklu máli. Þeir eru núna, sýnist mér 50% á móti sköpulagi, ég held þetta sé á lágt. Ég held að vægið á forystu eiginleikunum, því að þetta er náttúrulega aðalmálið, og skapið líka, og það eigi að vera minnstakosti 50. Mér finnst það vera heldur lágt að hafa það 50, af því að það eru vitsmunirnir og atferðlið sem skipta mestu máli og síðan er annað sem að það er þessi styggð. Ég á enn kindur sem eru óþægilega styggar og jafnvel erfiðar í smalamennsku og ég hef nú reynt að losa mig við þær jafnóðum. Það hefur ekki alltaf gengið nógu vel að það var komið mjög seint, það var erfitt að fá slátrað og í vetur gerðist það að ég fékk þarna einar 2-3 ár svo seint og þá fékk ég fyrirmálslömb, það er Banset Basl og þá var það líka annað sem ég hafði áhyggjur að það var allt skilt hvað öðru. Það var móðir með 2 lömb og dóttir og hrúturinn lemdi allt saman. Þannig að þetta eru lömb sem eru gríðarlega skildleikarækt en það er ekki nokkur einasti galli á þeim. Þau eru alls saman alveg pottþétt, gríðarlega falleg
Þannig að það einhver breytileiki þarna, það virðist ekki koma neitt fram, en þetta náttúrulega slys og það hefur komið fyrir hjá mér, ég hefi fengið lamb sem var með galla í munni, í gómi, gat ekki sogið, það fyrir mörgum árum sem það var. Ég keypti aðeins úr Þistilfirði fyrir mörgum árum, þá fékk ég hrút og gimbur þaðan sem reyndist mér vel. Það kom smá galli þar í ljós og því var þá bara fargað og svo fékk ég, ég hef sjaldan keypt, það hefur aðalega hafði það verið þetta hefur verið sæðingar. En þá ætla ég bara að leggja dálítið mikla áherslu á þetta að samt við ræktunarmarkmiðin að reyna að halda vel upp á vitsmunina og atferlið og skapið líka og vera ekki með innan, mínus 50% fyrir lágt fyrir það, þetta þarf að ræða betur. Það þurfi ekki að vera stórar. Við höfum ekkert með, þetta ekki kjötfé. Það skila hérna bara ágætri steik hjá okkur, forystu kindurnar, bara ágætis, börnin vilja þetta fitusnaut og sauðakjöti hérna forystufé, þetta það sem fólki vill á jólunum. Það lítil fita á því og þetta bara fínasta kjött. Þannig við höfum ekkert endilega verið að gera þetta einhvers konar holdafé, við höfum að halda því bara velsköpuð, réttsköpuð, með góða fætur, góða tennur, góðan haus og það aðalega ekkert endilega stórt og ekkert endilega sækjast eftir afurðum. Það ekki málið. Nú aðeins í lokin ætla ég að nefna það að forystukindin náttúrulega heimstækt. Þetta einstakt í heiminum, að margsannar, og sýna fram á það. Og við byrjuðum á því 2010 að reyna að fá viðurkenningu hjá UNESCO fyrir forystuféð og reyndar fyrir íslenska féð bara almennt, einnig fyrir mjólkurkúna og hrossin, geiturnar og landnámshænsnin. Og ég var að vinna í þessu með 2 hestamönnum á tímabili og við vorum komin í menntamálaráðuneytið með formlegar beiðnir og vorum þar okkur vel tekið og þetta var þegar Katrín var menntamálaráðherra og við fengum góða fyrirgreiðslu þar en málið flókið og þetta eiginlega dagaði uppi. Þannig að það tókst ekki að koma þessu áfram í ferlinu. Ég veit að Daniel og einhverjir hafa verið að reyna þetta síðan, varðandi forystuféð og hestamenn hafa eitthvað verið að reyna með hrossin. En ég bið ykkur að hafa þetta í huga. UNESCO skráning fyrir forystuféð, hún á fullan rétt á sér og við vorum búin að vinna töluvert í þessu á sínum tíma. Það eru komið 14 ár síðan. Það komið 14 ár síðan og það þurfa einhverjir að halda því áfram. Þannig ég hef látið Daniel og fleiri hafa gögn til að tengja þetta saman og ég tel að forystukindin að við þurfum að rækta hana náttúrulega hér og þetta náttúrulega ræktunarlandið og síðan þyrftum við að fá forystuféð í Bandaríkjunum og Kanada skráð inn í okkar gagnagrunn fyrir forystuféð. Það alveg eins með geitina, við þurfum að fá. Það ein hjörð í Bandaríkjunum sem komin upp í 97% hreinleika og þetta þyrfti að fara inn í gagnabankana sem kaflar í gagnabönkunum. Dálítið líkt og við erum með íslenska féð í Grænlandi, við erum með það inn í sauðfjárskýrsluhaldinu, þannig að inn í fjárvís, þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því í framtíðinni og það verkefni fyrir RML og forystufjárræktarfélagið sem á að geta unnið að því að ekki aðeins að fá forystukindina skráða inn í UNESCO UNESCO viðurkenningu, heldur einnig að reyna að koma þessu forystufé sem að verður náttúrulega aldrei 100% en það komið mjög nálægt í sem núna til sérstaklega í Bandaríkjunum og dálítið í Kanada, að reyna að koma því inn í gagnagrunn og hafa það þar.
þá þetta bara alveg eins og í Hrossum. Þá það bara eins og völd fengur. Þá erum við með allt erfðaefni þar inni. Þetta svona framtíðarsýn og á þeim orðum ætla ég að ljúka þessu spjalli. Ég vona að þetta sé ekki orðið of langt. Takk fyrir. Takk alveg sömuleiðis, mjög spennandi að mínu mati. Daniel hér, hann búinn að heyra það sem þú sagði þér og kannski, ég veit ekki hvort það sé eitthvað að frétta af þessum málum, ég ætla bara að spyrja hann. Ertu komið eitthvað lengra með UNESCO? Já. Já, svo litið lengra, en það stoppar í ráðuneytinu því það hefur fólk aldrei fengist við þetta í sambandi við skepnur. Þeir vilja bara láta skrá þetta sem þjóðlega arfleifð, en þetta ekki þjóðlega arfleifð og ég stend í stakki við að ráðuneytisfólk að fá þetta skrá sem skepnur í útrýmingahættu, en þetta ekki, þau skilja þetta ekki, þau halda þetta sé einhver þjóðlega arfleifð. Já, heyrðu þú í honum, Ólafur? Já, sjáðu til. Sko, Norðmenn hafa verið að leita viðurkenningar á Vilsá, sem upprunalega kynið sem okkar fé kemur út af á sínum tíma á landnámsöld. Og ég veit fleiri kyn sem hafa verið tekin þarna fyrir og sérstaklega eiginleika. Þannig að Daniel heldur bara áfram með þetta og reynir að fá þetta fólk til að skilja það að þetta eru verðmæti, þetta eru erfðaverðmæti, erfðaauðlind og hún einstök og það hvergi til annar staðar, það er alveg vitað og það getur vel verið að þau þurfi meiri gögn til þess að átta sig á þessu en þetta á að vera hægt. Þannig ég bara óska Daniel góðs gengis við það getur tekið langan tíma. Ég held áfram. Frábært. Já, ég ætla aðeins að spyrja hérna hvort það einhverja athugasemdir spurningar í hópnum. Já, einhver sem vil kannski spyrja eitthvað meira. Athugasemdir, ekkert. Þú varst svona ítarlega í þínum lýsingum, ég held að sé kannski þess vegna enginn að spyrja neitt núna, en mér fannst það mjög áhugavert sem þú sagði þér líka varðandi útliti og hæfileika og já, hversu mikið vægi á að vera hvorum megin. Við vorum einmitt að ræða þetta áður hér í hópnum og já, þess vegna var mjög gott að heyra þína skoðun á þessu. Það hjálpar að líka persónulega fannst mér mjög áhugavert að heyra hvaða sæðingarrúta hafa reynst best. Það var Jóakim, ekki mann rétt? Já. Einmitt, en hins vegar flórgóði skemmti meira en hann gerði í dag. Já, það getur vel verið að flórgóði hafi sem slíkur verið þægilegasta kind, en ég ekki svo einu sem lendi í því að fá stygg undan honum. Já, einmitt. Og það bara því miður, það í raun og veru alvarlegasti gallinn. Já. Það styggð. Það kemur óorði á forystufé að það styggt. Ég finn það og þess vegna skapgerðin, hún skiptir það miklu máli. Þetta aldrei erfitt að meta þetta, en ég bið ykkur bara að skoða þetta vel þegar haldið áfram að vinna með ræktunarmarkmiðin að þetta náttúrulega fyrst og fremst atferlið. Þetta atferlið og vistmunirnir sem að skipta mestu máli. Svo fremi að kindurnar séu rétt svona þokkalega, við góða fætur, góða tennur og svona og gallalausar þannig byggingunni en að vera eldast við einhver kjötkíló í forystufé. Frjósemi þurfum ekkert að ágjöra að þetta venjulega einhver frjósamt fé, við þurfum ekkert að vera standi í því, þetta yfirleitt vel frjósamt, en að eitthvað að fara að reyna að gera þetta einhvers konar bæta kjöti og beinin, það finnst mér alveg óþarfi, bara leyfa því að vera svona og við erum með sjaldgæf búfjárkyn erlendis sem að maður hefur kynst í gegnum áratugina og þá eru menn ekkert eltast við svona. Ef þið skoðið Vilsá, gammelnorsk, upprunalega norræna kynið í Noregi, þá þetta ekki mikið holdafé
en kjötið selst vel og þykir gott og það nú bara tökum bara eitthvað annað, tökum annað dæmi, tökum bara féð, ég held að það sé komið með UNESCO viðurkenningu, það féð fjöruféð á Norður-Ronaldsey í Orkneyjaklassanum. Ég held að þau séu komin með viðurkenningu. Það féð sem að lifir að mest á fjörubeit og þetta nú að bera sama vaxtalagið og því á forystufénu. Þá það meira kjöt á forystufénu heldur en á Orkneyjafénu. En þetta bara sérstakt og þetta sérstök kyn og það var alist upp við sérstök skilyrði og forystuféð bara svona sérstakt og einstakt og við vitum ekkert alveg hvernig það gerðist en ég hef þá svona, hvað maður segja, tilgátu að forystuféð hafi verið til miklu víðar áður fyrr á öldum og því hafi bara hreinlega verið útrýmt. Það ekki til forystuféð neins staðar annars staðar en hérna. Þannig að það þarf að herða sóknina í ráðuneytinu og í UNESCO og Daniel gerir það og ég hjálpa honum eins og ég get. Alveg velkomið. Frábært. Já, þá kannski ætla ekki að tefja þig lengur þar sem þú svo að segja að bara skipuleggja núna allt það síðasta varandi ferðalagi sem byrja á morgun. Jú, það svolítið sérstakt að ég er hérna formaður bekkjarráðs í Menntaskólanum í Reykjavík frá 1964. Já. Við hefum 60 ára stúdentsamali og erum flest áttræð og við verðum að undirbúa í vor og ég svona mest í því að undirbúa ferð á morgun. Við ætlum að fara hring, við ætlum að fara í Gljúfrastein og við ætlum að fara á Þingvelli og það hefur tekið sérstaklega á móti okkur af því að við erum svo merkilegi stúdentar. Kom á Þingvelli og svo vorum við oft í Valhöll í gamla daga að dansa og skemmt okkur og ætlum aðeins að koma þangað þó að sé nú engin Valhöll lengur og svo ætlum við að fara í Grímsnes og borða í hérna hótelinu þar, Grímsnesinu og koma svo í bæinn annarkvöld. Þannig ég er búin að skipuleggja þetta það sem ég átt að gera en ég á samt eftir að gera ýmislegt í kvöld og í fyrramálið því að ég var austur í Ölfusi hjá kindunum í dag og var það sem allra lengst og svo lendi ég í það var röð af bílum nær alla leið úr Ölfusi og ég lendi í þessari röð og þetta fór allt úr skorðum hjá mér en mér þykir bara vænt að ég skulle hafa sýnt þolinmæði til að hlusta á mig. Já, bara sem sagt, það var bara okkar ánægjan, það var virkilega áhugavert spennandi og takk Halli að þú tókst þér þennan tíma þrátt fyrir að vera að leggja af stað í fyrramáli. Þetta sleppur. Já, frábært. Takk ykkur kærlega fyrir og þetta er gott framtak hjá okkur og ég vildi gjarna vera áfram en ég verð víst að fara í tölvuna og ganga frá lausum endum. Frábært, það segir bara góða ferð á morgun, góða skemmtun ykkur öllum. Það svo góð veðurspá líka. Já, það mitt, það mjög heppin, það getur verið bara miklu verra, bara örfáum dögum áður. Já, það hérna, annars búið að vera óttalega kalt og leiðilegt hérna en ekkert miðað við Norðurlandi en þetta svona, við skulum vona að sé að lagast. Já, það að lagast, þetta allavega hér á Vestursýslunni. Já. Takk ykkur kærlega. Sömuleiðis. Já, bless. Verði blessuð. Ég ætla að hafa þetta svolítið eins og Ólafur gerði. Ég ætla að fá að tala þetta samfleytt í smástund og svo má vera með spurningar og umræður eftir á. Ég sem sagt heiti, eins og einhver hérna vita, Guðlaug Guðmunda Ingibjörg Bergsveinsdóttir frá Grófustöðum í Gilsfirði, almennt þekkt sem Gulla, öllum til ómældrar ánægju. Og ég hérna svona fyrir röð tilviljana, meðal annars því að
mamma mín Magga lést árið 2017 og ég tók yfir forystu fjárræktunina heima. Pabbi tók við restinni. Og ofan á það, þá ég lærður þjóðfræðingur. Og helsti kosturinn við þjóðfræði þá að það hægt að gera allan sinn nördaskap og áhugamál að efni til að fjalla á fræðilegan máta í þjóðfræðinni. Þannig að ég komst upp með að skrifa heila B-ritgerð forystufé og tróða forystufé svona í flesta áfanga í náminu, á einn eða annan hátt. Kosturinn við ykkur sem áheyrendur, ólíkt því þegar ég að flytja fyrirlestra í háskólasamfélaginu, að ég þarf ekki að eyða helmingnum af fyrirlestrinum í að útskýra forystufé eða sauðfé eða sauðfjárbúskap, sem alveg gífurlegu léttir fyrir mig. Svo eitt í viðbót með þessa blessuðu B-ritgerð mína, það kom í ljós þegar ég var byrjuð að skrifa að mér gjörsamlega ómögulegt að fatta ég orðið fé rétt. En ég gerði alltaf sömu mistökin. Ég gerði þetta alltaf vitlaust á sama hátt. Þannig að á einhverjum tímapunkti þá sendir leiðbeinandinn mér, Gísli Sigurðsson, tölvupóst að hann hefði tekið eftir þessu. Og hann segir að jú, ég sé nú að fatta ég þetta vitlaust en þetta sé rangt. En ef að þetta gilsfyrst mállísku einkenni, þá megi ég halda þessu áfram. Þannig Hvernig beinir þú því? Ég man ekki hvernig ég gerði þetta í ritgerðinni, því miður. Og ef ég bara hugsa það, þá reyni ég að gera það rétt. En ég skal láta þið vita þegar ég man það næst. En sem sagt, allir mínir talgallar og allt annað hér með gilsfyrst mállísku einkenni. En sem sagt, í viðtölunum sem að ég nú fyrir B-ritgerðina, sem að meðal annars ég tók viðtöl og fékk frá fræðasetur forystufé, að fólk var ofta að minnast á blendingar og lýsingarnar þeirra á forystufé, það var oft samanburður við hreint og blandað fé. Og mamma mín, hún orðaði þetta svo skemmtilega þá, ekki hrættar við fólk, bera enga virðingu fyrir því, en vilja ekki gera neitt sem þær eiga að gera, smalast ekki og hlaupa bara í kletta, gjörsamlega óþolandi kvikindi. En undantekningin var blendingurinn og sauðurinn Punktur, sem að hún sagði að gerði bara allt sem að alvöru forystu sauður átti að gera. Þannig við ætlum að segja staldra við hann Punkt. Móðir hans Komma, sem átti seinna með hrútin Gera, sem að fór á sæningastöð, hún eignaðist hann Punkt. Og sem sagt, Punktur og stygg Gimbur á móti honum. Gimbrinn fór í sláturhús, en Punktur, hann heillaði gjörsamlega alla með því að vera krúttlegur og draugspakur, eins og við köllum það heima hjá mér. Einhver annar sem að nota þennan frasa að vera draugspakur? Já? Það eitt sem að kingar kolli. Ég veist þetta. Þú hefur heyrt þetta? Já. Gilsfiski draugar eru örugglega mjög spakir. En Punktur var sem sagt geldur og fékk að lifa áfram sem sauður. Og líklega var hann bara stærsta skepna sem hefur verið í fjárhúsunum á Gróustöðum, mjallahvítur, með þarna lítil skrifin horn og rólegur og yfirvegaður. Hann stóð yfir ánum þegar þær voru að bera og leyfði þarna nýfættum lömbum að strölta undir sér og utan í. Og alltaf til í athygli, aldrei frekur og án alls vafa forystusauður. Og á svona það bil 3. vetri hans, það ákveða foreldrar mínir að stækka við sig og byggja ný fjárhús. Þetta var þarna 2002 það bil. Þessi nýju fjárhús reyndar alveg eiga skilið heilt erindi, því það var níðst á öllum ættingjum og vinum í 10 mánuði til að byggja fjárhúsin. Einn helsti brúarsmiður landsins núna, hann byrjaði byggingaferil sinn í fjárhúsunum hjá okkur og að láta afa Reynir öskra á sig nokkrum sinnum. En Punktur, við búum yst í 15 kílómetra löngum firði og meðan foreldrar mínir áttu eiga jörð í botni fjarðarins, Gilsfjarðarbrekku, þar sem við látum því að ganga. Og meðan það var verið að klára þessi nýju hús, þá var hópur af svona það bil, já, en þessu, af svona 80
skeldum ám geymdur inn í fjarðarbotni ásamt hundi. Þannig að þær hefðu einhvern svona næstum því hrút til þess að dilla sér framan í. Og þarna bara bjuggu þau nokkuð afskiptalaus af okkar hálfu, fengu rúllur til að éta og gátu leita skjóls í hlöðunni og svona. Þetta séð út Gilsfjörð og hann Knútur, hann hélt þeim til beitar í góðum veðrum og kom þeim svo heim að hlöðunni þegar veðrið versnaði, sem að gerist öðru hvoru á mínum slóðum. Og þegar það kom að því að smala þeim heim í mars, þá var svona nokkuð eðlilegt Gilsfyrst veður, 15 til 20 metrar, skafrenningur og kafaldsfjúk, svo að ég vitni í föður minn. Og Knútur vissi alveg hvað var í gangi. Hann leiddi hópinn, óð í gegnum skaflana eins og snjóplógur. Hann gætti þess að hjörðin slitnaði ekki í sundur og hann hélt góðum dampi og hann leyfði húsbóndanum að grípa í hornið einu sinni og stökkva fram að 2 metra hengju til þess að geta haldið ferðinni áfram og leiðir hjörðina alla leið í 9 fjárhúsum. Og í framhaldi af því, þegar Knútur þurfti skyndilega að vera aftur á húsum, þá sýndi hann hvað útiveran síðustu mánuði hafði gert hann veðurklukkan, þjálfað hann upp. Hann heimtaði að komast út með hjörðina sína þegar veðrið var gott og blítt og ef það voru einhver leiðindi á leiðinni, þá lá hann bara lengst inn í garða og alveg sultu slakur. Sem þetta annar mikilvægur punktur, ég tala jötur sem það sem ég gef heyið í og garði það sem að fél gengur sem að mörgum veit ég að finnst afskaplega óþægilegt. Ég gef ekki á garðan, ég gef á jötuna og garðin það sem að féð gengur í. Ertu sammála mér? Eða þekkirðu það bara? Já. Ég sammála. Gott að vita, að láta mig líða vel. En já, þarna tókst þessum unga forystu bastardi að sanna bara fyrir 2 sauðfjárbændum að mögulega þá væru allar þessar sögur forystufé byggðar á einhverju raunverulegu. Þarna voru foreldrar mínir ekkert byrjuð að rækta af neinu viti. Þau áttu hana kommu, 2002-2003, þau áttu kommu og eiga kannski þrjár í viðbót. En það voru fleiri viðmælandi þarna fyrir ritgerðina sem höfðu skoðanir á blendingu. Það var meðal annars Benedikt og Elín á Hólmavaði í Aðaldal. Þau vildu hafa forystuféð orginal og hafðu slæma reynslu af blendingum. Sögðu að þeir væru styggari og þeir hegðuðu sér einfaldlega öðruvísi. En ef að féð væri aftur á móti hreint, þá væri hegðunin rétt. Þau lögðu alveg rosalega mikla áherslu á að forystuféð þeirra væri rólegt. Forystuféð af Nálaugarbæ, það var aftur á móti kolbrjálað og þau tóku fram að ef það væri í þeirra eigu, þá væri löngu búið að skjóta það. Og það voru alveg fleiri með akkurat þetta viðhorf að forystuféð, hreinræktað forystuféð, sem sýndi ekki rólindi og yfirvegun, það væri umsvifalaust sett í sláturhús. Þannig að fólk viðurkennir alveg að hegðun hjá hreinræktuðu forystufé sé ekkert alltaf rétt. Þetta þurfi að velja og hafna eiginleikunum til þess að ala áfram. Nú, ég ræddi einnig við Halldór Gunnarsson, eitt sinn kenndi hann við Múla í Gilsfirði, núna við Rauðbarðaholt í Dölum. Og það frá honum sem að við fáum forystuhjörðina okkar í raun og veru. Og hann sagði mér að forystuernar hans hefðu verið svona ansi óþekktar þar til að hann fékk sæði úr einhverjum handbönnum forystufút. Og þá, eins og hann orðaði það, gjörbreyttist þetta. Þá fóru þær bara að vera viðræður hæfar og sýndu vitsmuni, án þess að sýna vitleysu með. Það var algjör kúvending, sagði hann. Og hann var alveg nokkuð viss að forystuernar sjálfar vissu hversu mikil forysta væri í lömbunum þeirra. Hann lýsti einnig, og ég ætla bara að vitna hérna beint í kaflinn, af því þetta bara skemmtilegsta tilvitnun sem ég hef fengið. Hún ágætlega stillt þessi, frekadóttir, móbíldótt. Það aldrei nein læti í henni,
ekkert svona vesen, hún fer ágætlega á undan. En hún hefur þennan eiginleika sem ég hef bara alveg staðfest að ef svona forystukindur fá með því sem við köllum venjulegan hrút, bara hvítan hrút, þá segja þar við börnin sín, þú ert feitur og latur og heimskur eins og hann pabbi þinn. Það er að segja, þessar forystukindur mínar sumar, þær eru undarlega oft búin að losa sig við lömbin svona seint í ágúst. Ég elska þessa lýsingu, hvernig það er að leggja þeim orð í munn. Ég skemmti mér alveg frekar mikið við að skrifa þessa ritgerð. Og það var þessi áhersla hjá fólki að tala hreint fé. Að það væri 100% hreint fé. Þrátt fyrir að við séum með bændur sem að viðurkenna að hreint fé geti líka verið styrkt og skapílt og gjörsamlega óalandi og óferjandi. En það eru samt lendingarnir og bastardarnir sem að fá á sig illt orð fyrir að sýna sömu eiginleika. Þrátt fyrir viðhorf móður minnar á blendingum að þá alveg þó nokkrir blendingar sem að hafa fengið að lifa af heima gegnum árin, alltaf háð því að viðkomandi skepna sýni af sér alveg fyrirtaks hegðun. Þarna sést til dæmis hún Aría, lítil svartflekkótt kind sem bara þótti voðalega gott að láta klappa sér, aldrei með nokkur minnsta vesen. Og núna eigum við hana Uglu, líklega stærsta núverandi kind í húsunum, alveg risastór, skjanna, hvít og róleg. Og við eigum Mjallhvíti sem að þú getur fengið að kynnast þetta með, sem kollótt og hvít. Og haustið 2017 þá fæðist hrúturinn Skítamix. Skítamix. Af því að hann var óttalegt Skítamix. Þarna eru það í garðinum, Skítamix og Apatita. Hann í dag kollóttur forystusauður undan einhverjum hrút og þessari mórauðu hindu forystu á, sem var 12 vetra þegar hún var í september. Og Skítamix, hann sýnir sömu takta og forveri sinn að því leyti að hann stendur hjá ánum þegar það bera og hann leyfir lömbunum að kjassast utan í sér. Hann veit alveg hvernig grindur og hurðir virka og alveg gerir sitt besta til að opna ef hann getur, en hann stekkur aldrei yfir. Hann er ekkert mikið í að leiða hópana, en hann heldur ekki með vesen í rekstrinu. Frægasta kvikindið, aftur á móti, þessar myndir, hún Rúsín. Og við stöllur hlutum þann óvænta heiður að vera aftan á bók Daníels Guðjóns, sem kom hérna út fyrir jólin. Og eins og Skítamix, þá átti Rúsína ekki að fæðast. Móðir hennar var á 13. vetri, alveg gullfalleg svartflekkótt, hrein forysta, sem átti bara að njóta 11 áranna landlaus. Við héldum að hún væri að drepast. Svo tók hún bara upp á því að bera seint í mars 2018. Og úr því kom þessi kollótta hvíta kindur. Þetta var ofboðslega skrítin tími. Þetta var hálft ár síðan mamma hafði dáið og hún var sauðfjárbóndinn, við pabbi vorum bara að hjálpa. Og þetta er fyrsta landi sem að fæðist eftir að mamma deyr. Og kindin allt og veikburða eftir þetta og drepst síðan bara á öðrum eða þriðja degi. Eftir burð. Hvað ger ég? Jú, ég ákveð að gera allt til að halda þessu landi á lífi. Og í því félst að hafa hana í hundabúri heima hjá mér, gefa henni pela á 3 tíma fresti, allan sólarhringinn. Og hún elti mig út allt og róaðist aðeins svona vorið þegar hún fékk hjörð af pelalömbum til að stýra. Hún fór með mér í göngutúrum haustið eins og hundir og ég veit ekki hvað og hvað. Hún og hundarnir voru þetta mjög fínir vinir. Úr varð einhver mest elskaða og hataðasta kind sem að gengið hefur Gilsfjörð. Hún er bráðgáfuð, alveg hreint og hún fékk líka öll genin til að stökkva yfir grindur og girðingar. Og nágrannar mínir, frændi minn sem kúabóndi, sem að skaffaði mjólkina í okkur, hann búinn að þurfa að víggirða fjósið svo hún stökkva ekki inn og éti bara allt heyja fyrir framan kýrnar.
svona á seinni árum þá lætur hún sig hafa það að vera í garða með öðru venjulegu fé. En hún lætur okkur líka alveg sko vita þegar hún vill komast út aftur. Eins og segi, stökkininn. Og svo, sem sagt, fyrir 2 árum, þá fáum við pappið, þá grillu í höfuðið, setja forystufút á þessa kind. Yndislegan mógólsóttan forystufút að nafni Brúskur. Og úr því kom svartgólsóttur hindurfútur og svargrá pollótt gimbur. Og það sumar, þá var Karolína að leitast eftir pollóttu forystufé. Og ég átti hana Arnbjörgu, gimbrina hennar rúsínum. Og ég lofaði Karolínu að fá þessa 75% forystugimbur þegar hún kæmi að fjalli. Gimbrin kom að fjalli, hérna við kartöflugarðinum með mömmu sinni. Og bróðir hennar flæktist aðeins frá, kom ekki alveg strax inn í hús með þeim. Og við tökum alltaf forystulömbin frá frekar snabbt. Þegar ég þarf að mynda þau og selja þau, þá verður það helst að vera á húsi. Og Arnbjörg fékk að vera með. Og það sem að þessi gullfallega gimbur heillaði mig á stuttum tíma. Sérst, hún var rólegasta kindin í forystu lambahjörðinni. Og hún lærði strax hvað var í gangi þegar ég opnaði grind. Hún bara lærði hvað hljóðið þekkti og kom tilbúin að fara í gegn ef það var í boði. Algjörlega sultuslög og yfirveguð og rólindis augnaráð og ekkert vesen á henni. Þannig að í fyrsta sinn á ævinni þá þurfti ég að ganga á bakorða minna og tilkynna Karolínu ég gæti ekki selt þessa gimbur frá mér. Og ég hef aldrei lent í því aðra. Ef ég er búin að ákveða að selja eitthvað, þá er engin tilkynningaleg bönd og það bara fer. Þannig að það voru hreinræktuð forysta í Hvammshlíð í staðinn, en Arnbjörg fékk að búa áfram heima. Og bróðir hennar, Arnbjargar, kom síðan í hús nokkru síðar, stökk yfir 3 grindur á svona 4 mínútum með gjörsamlega trillt augnaráð og honum var bara drullu sama allt og alla. Þannig að hann fékk bara að fara fyrstu ferð upp á slótturbíl, þegar ég vildi ekkert aða þetta brjálæði. Systir hans, sem að tók upp á því að verða hálf mórauð, ég veit ekki alveg hvað ég kalla hana við, hún hélt áfram að vera róleg í vetur. Svo fór hún út með móður sinni í vor, báðar landlausar, og Arnbjörg uppgötaði líka að hún getur stokkið yfir allt. Hún er ennþá bara sultuslög og róleg, meðan hún svona svífur yfir hverja einustu grind sem hann langar til. En af því að ég vitnaði í nágranna minn, Halldór, með Lötu og Feiturlambin, ég hef alveg þá kenningu að hún Rúsína móður hennar, hún hafi notið þess síðasta sumar að hafa forystulamb með sér. Af því að fram á því þá hafði hún bara fengið með venjulegum hrút og lömbin skiljanlega ekkert sýnt einhverja forystu takta eða gáfu. Þarna var hún skyndilega komin með lömb sem átti ekki í neinum vandræðum með að elta hana gegnum girðingar og kött sem hún fór og gátti haldið í við mömmu sína. Nú, þannig að ég er aðeins að vinna með það kenningu bara að forystueðlið geti algjörlega haft yfirhendina í persónuleika blendinga. Að það sé engin ástæða til að hafa það á fyrra bragði. Af því að bara blendingarnir og bastardarnir eru alveg jafn ólíkir eins og þeir eru margir. Og bara eins og sauðfé almennt, saman hvort það sé forystufé eða annað, þá geta blendingarnir verið gæfir og góðir eða snarvitlausir og óalandi og óferjandi. Það er ekki hægt að segja til það fyrirfram og það verður bara að koma í ljós yfirleitt með tíð og tíma. Takk fyrir mig. Já, haug af sögum blendinga og bastarda heima og hann að þetta auðvitað. Það er myndir sem þú sýndir þarna með. Já. Já. Hinn var af stórum hópi og stærri hópi finnst mér. Já. Það er svo gaman að myndinni að því að kindurnar snúa alltaf hingað í myndavélum. Veistu hvað ég var að gera? Nei. Ég var að opna hlið. Og ég var að opna hlið út á tún sem að það er virkilega vildi fara í gegnum. Þannig að þetta er elsta forystukindin heima núna. Og, hvar eru við? Já, að sem sagt,
þær hefðu hleypið mig niður ef ég hefði ekki farið frá hliðinni nógu snemma. Það snúra bara 90% fangelsi. En svo annað sem að sko, ég náttúrulega á ekki að benda á það. Hér haugur af forystufé. Aftast að fylgjast með. Og ég veit ekki, ég held að þetta hafi nú bara veiðið af því að það voru mjög slakar. Þær vissu að ég var að fara að opna hliðið og það hafa þær aðgang að þessu túni eins og þær vilja. En þetta var pínu óþægilegt þegar ég uppgötaði að já, þið eru hérna að brjóta allar reglur og eru þetta lengst aftast, já. Það ekki rauðist fram og þegar opnaði? Nei, nefnilega ekki. Jú, það gæti þetta verið einhverjar tvær hafi stokkað frekar hratt í gegn. Annars bara flókaðar í rólega. En þessar kindur eru mjög líka. Já, það vita það. Við þessu, hvað sagði þú? Þessar kindur eru mjög líka eins og vorum að bakka. Já, það eru örugglega skildar líka. Já. Það sérðu bara greinilega mínu og áttugir sem vorum að bakka. Það var mikla brúðlega sko. Hvað sagði þú við það? Ég segi, tilbúrsættu eru að taka forystuna þegar því að vera með neitt það. Já, það er alveg góða punktur sko. En svo annað, það er náttúrulega ekki skrítið að kindir bara stökkva yfir en aðeins hundi. Þetta sko, ég nefndi ekki að reyna að tróða myndböndum hérna en við eigum myndband af þessu helviti skýrli þar sem hann er að stökkva á milli heyrúlla og önnur heyrúllan hangir í Ítalíu. En svo er þetta leiðilegt að segja frá því að eitthvað hefur blendingsgenið farið illa sko í líkamsburðinn á henni. Hún er bara fædd 2018 en maður sér strax að hún mun fá liðabólgu í afturfæturna bara næstu 1 eða 2 árum. Þetta er svona eins og íþróttameist sko. Já, það gæti vel að vera. Heyrðu, íþróttameist, hann gerir sem hann fór á fæðingarstöð. Hann var fótbrotinn, vissu þið það? Já. Hann sá sæta stelpu og stökk yfir grind, fótbrot annan frambótinn. Ok, allt er góð með það, hann var gifsaður. Svo var hann farinn að skanda heilmikið. Þannig að hann stökk aftur yfir grind og allir þunginn á hinn frambótinn og braut líka hinn frambótinn. Og það til myndir á mér þar sem ég er 13 ára eða eitthvað að klippa af honum uppsina þar sem hann liggur þarna með báða helvítis fæturna gifsaða og náttúrulega myndirnar á sæðingarstöðinni ekki af honum standandi uppstærstum en þetta í lýsingunni á gera þá er eitthvað sko gott geðslag af því að hann tók öllu þessu með gipsið og allt hafarið í kringum það bara stakri rót mátti eiga það en líklega þarf ég að býta það í mig að stökk génin koma svolítið frá honum. Ég finnst afsökunar á því ef einhverju eiga afkomendur. Herðu já. Þannig já, ég vil halda með það að blendingar séu ekkert að vinna illa. Ekki ef þetta er alveg rétt upp eins og venjulegt forystufé á. Passaðu upp á þetta. Já. Ég sem þegar heitt átt í skepar. Er ég ekki bara búinn? Er eitthvað... Myndin á réttinni sem var það áðan, það er rétt. Þetta er í Nesi. Krops. Já, er þetta hún? Já. Já, ég var búið. Þetta er réttinni í Kroppsarnesi. Kannski þannig að stuða með þetta. Hún er ekkert rosalega stór, sko. Nei, áfengið. En það er ekkert það mikið af söfabændum lengur sem eru snáða hérna. Það er ekki við heima, keyrið heim. Það er eitthvað hýrið tilvíðan. Það fer svo í þetta hvað er mikið í réttinu og hvað er klárum snemma. Og svona hvernig veðrið er það, þegar við erum lengur að keyra því heim, ef þetta er mikið. Þess við búum bara 2 kílómetra frá réttinni. En stundum svona, það er bara orðið dimmt og það er minna veist að koma þessu upp á kerfi. Það er sem stand að vera að ræða því sem við vonum á. Já. Þannig að við kanum það. Já. Við náttúrulega erum heldur ekkert að koma í réttina fyrir hann bara 4-5 eða eitthvað. Þetta var pínu í restina, það var maður svolítið gíska. Maður sá ekkert alveg hvað það er að kýpa. Einhvern tíma tókum við ekki almennilega heimasmölum og áttu bókstaflega helmingin í réttinni. Við vorum ekki vinsæl. Það er gott að breytst eitthvað. Ég sé við. Og bara þarna sérst hvernig gilsferðurinn er útbúin eiginlega.
maður fjallsvíð og flókinu fjalla. Einnig með mest þessi frásögn punkt og allt þetta eins og nákvæmlega eins og þessar lýsingar í bókinni og allt það ennþá til á fræðabrenningu. Nefnilega. Og bara hann fékk forystu genið til skapgerðina alveg 100%. Ég varst ekkert það. Já, eins og Ólafur nefndi með kannski líka áhugavert þessi eina ær þarna í Ameríku, ekki nema 12,5% og hún var svo fræg fyrir forystu einu á þessum. Nefnilega. Það svona, já, bara dæmi. Maður verður að skoða virkið hvert fyrir sig og ekki dæmi hún á tölum. Við höfum slátrað 100% forystu því að það var bara styggt og ömurlegt. Já, góða kvöldi. Ég frá Brakanda í Haukadal. Við erum með 35 fórstæðir. Þess að ær, hrúta og gimbrar. Stærsta jörð landsins. Hér sjáum við 30 á Garða, ekki jötu. Nei. Þeir eru 30 stykki að snæða kvöldmáltíðina. 35 í heildina með hrútum. Já, það er 3 gimbrar og svo 2 hrútur og jötu. Það er alltaf að vera 100% fórstu í rauninni. Hér er fyrsta ærin. Hún er fædd á Skáldalækjarsvarða. Faðirinn er 100% en móðirin bara venjuleg. Tvær dætur hennar settur til lífs. Þær eru flest allar komnar út á þeim fyrir. Búið þetta mikið að heimaræktum og kemur út síðustu árum. Og mikið farið eftir ætt og trjánum hjá þeim sem ég er búin að búa til sjálf. Þannig að það farið yfir alveg til að passa að sé ekki mjög skilt allt saman. Þetta er sett myndin af Flekku þarna með mömmu og litlu bróður hennar. Þetta er þess að gimbrar og hrútar sem hafa verið sett á lífs. Þetta eru ansi lítið svona fyrst að byrja með, ein og ein alltaf. En frá 2008 eru 69 gimbrar sem hafa verið settar á. Þetta hverju einsta ári allt einhver sett á. Annars er þetta annað hvert ár svona til að byrja með. Verið 50%. Allar eiga að vera yfir 100%, eða þau eru 100%. 120. Já. Þetta er tvisvar fram fyrir. Já. En það er svona, það eru svona 8 númer sem fæddust í vor, þannig við kannski sláum metið. Það er tvisvar sem eru 7. Gimbrar settar á. Það er auðvitað að velja. Og hrútar sem við höfum keypt. Það er Ljótur. Þá var faðir hans Niklásar. Svo kom Becky frá Rósum. En það vantar í fjárvís föðurættinans. Þess vegna kemur hann til bara til 50% hjá hann. Nei, ég veit ekki alveg hvað, mér finnst þess að það er allt verið að vinna, sko. 2017, já, það var bókaldið komið í bókum 2017. Já. Og svo var það stormur frá Tunguseli. Manstu fyrir mammas var? Nei, ég man það ekki. Það var komið. Svo var það bylur, sama ára stormur var. Og það var svona óvænt kaup, sko. Kom staði í rúningi að hann var eistungur. En það skipti ekki máli, hann var mjög fínn og flott, hann var mjög gæfur og rólegur. Það fyrir að yfirvegur annað en stormur, hann var þessi stormur kannski svona frekar. En samt var hann aðeins hægt að klappa honum. Svona ákveðin tíma. Kannski var hann yfirvegur að rólegur vegna sem var eistungur. Það gæti verið.
Svo fengu ég fyrir að hundin tí frá Pálsli hjá Garðin. Það er rólega, litla hjartað. Hann sem sagt var hræddur í fórfröðuna. Hann gildi ekki dýða hvernig hann var settur í króna til þeirra, sko. Hann bara horfði á okkur bara, hvað er ég að gera þér? Var ekki alveg sátt við það að þær voru svolítið svona sett maður broni og það hlup hann alltaf bara í líkuði niður, sko. Gildi ekki dýr sem var bara alveg hissandi. Þannig við ætlum að gera aðra tilraun næsta, núna í desember aftur. Og aðeins meira að gera þá. Það er ekki að halda í hendina á honum á meðan. Já, hann kannski verður aðeins stærri, hann verður ekki eins hræddur, svona. Og svo vorum við líka með sem er strass eða sem eitthvað lánaðan. Það er svona smá tilraunastarfsemi. Og hér eru nokkrar myndir. Þetta er fjölmenningum. Já, þetta er kannski reynt að Sjáast. Núna. Þetta er sem sagt snokkir útlandir heimahúsinu sem hafa komið. Eins og hækill hérna, hann hefur svartan blett á hækilum, það sem hér hann hækill, þetta er ekkert flókið í rauninni. Og þetta er brúðgamli sem er svona afsælasti hrúturinn sem hefur komið. Það er alltaf bara, hann er ekki svo brúður. Brúður var betri, brúður þetta, brúður hitt. Það er alltaf brúður. Er gott að það saman? Já, mjög svo. Og þetta er þess að trúter sem við notað á sæðingstöðin gegnum árið. Og þessi rauðu er í rauninni það sem að hélt ekki ef við notum settinu, sko. Það hélt bara ekki með það. Og svo myndi þín, þú tókst að líka á sig og kostinu. Þvílík tilviljun. Hún var til að segja að það var hún orðin 12 eftir að gömur þarna. Það er síðasta vandið þetta árið. Svo að því að tala flóðgóðar, þá var ég flóðgóðstóti. Og hér er hún eldri. Og ekki nema lappir og rumpa. Og þess að plani gói. Og rosalega há. Bara þetta nafn með rentu, dama. Hún var mjög dömuleg. Og dóttirinn var hérna í Elvin. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að sjá svona, sjá hvernig hún er núna fyrir jafnstóru mamma sín. Veilembingur hérna, áður en fara á fjall. En hún var náttúrulega alltaf langstæðist alveg svona hernar hinn og hinn. Ég veit það hægt. Nei, ég hef ekki áður. Ég er alltaf að leina því hvað þú komið stoppið. Já, ekki. Það reynir alltaf að vera kjúrar. Það er ekki að mæla þetta ekki maður, það er að hafa það eitthvað hernar. Já, nákvæmlega. Svo er það goggun og rauðin. Það ráða yfirleitt þess elstu og þessi yngstu lúffa, það er bara að setja hausinn niður þegar mæta þeim í krónni. Passa það sé ekki að raupu stað eða eitthvað. Og eldri ætnar eiga svona, ég á hann staðið upp í hurðinu. Og eitthvað astast til lappa þar svona, veist það, smá snúning. Og svo sá hann bara barinn, sko. Það er bara að passa sitt svæði. Þú ert ekki að leggja stafn á hverðinu. Eins og að leggja einhaldi, við höfum alveg séð það nokkuð sinnum. Eða komum sett heim á fjalli, það er bara rúnar og svo settir rúnar og bara, það er ekki frið, sko. Hún fara hvergi að vera. Já, hún bara, þú veist, já, það er að fara undir og bara falið sig, sko. Og sumar sem eldri eru íhóknar sem eru smáar eða þessu karakter. Lúffa fyrir eldri áman eru svo góðar í sér. Þessar eru samt það sem ráða yngri hópnum, fylgjast eftir alveg. Það er eins sem að tala að hún var ekki sérstök, hún var lítill, smágerð, gott við rækja.
Hún hét Elisabeth í upphafi. En þegar hún sá hrútinn þá bara var hún að rækju. Hún bara föst í því, hún ennþá þannig. En eins og þessar fættist síðasta vor, 2013 með 23. Þetta á dífa undan frakka. Hérna það svona aðeins aldri. Og ráða aðeins meira. Þessi hér allavega, ef allar kindurnar eða gimbrarnar eru komnar á garðan, eða jötunum, þá kemur hún og pikkar þeim frá. Svo stendur hún bara eins og herfóringi hérna fram og tilbaka. Hún bara á þetta svæði. Það er bara að það er skjótast í burtulega að sjá hann. Hún þarf ekki að gera neitt. Tengjum við þetta við forystueðli eða eitthvað annað? Ég hlakka til að sjá hvernig hún verður í vetur þegar hún fer að vera með eldri kindum. Þegar hún fer að vera með þessi sem eru næst fyrir ofan. Tengjum við þetta eitthvað forystueðli? Já, hún vill fá að ráða, sko. Hún verður eitthvað sú sem verður fremst í flokki. Hinn systirinn var meira svona, hún vissi hvert það fara, sko. Hinn þessi móður. Þó hún var bara lítið lamb, þá fór hún svona að fara ef hún viltist. Hún vissi náttúrulega hvert hún átti að fara. Og svo hegðunin. Það er sem sagt fylgjast með öllu. Ef þú gengur eftir garðanum, það er engin séns að það séu að snúa bakkinni, sko. Það er bara ekki séns. Það er rassinn hless. Það er bara... Það fylgjast algjörlega með þess, sérstaklega þessi yngri, það er bara aðeins villtari og það er svona hlaupa á meira sko. Já, sífaldar hreyfingu, þó ekki þegar þreyttir aðeins eins og rúning, góðstiltæklingu eða annað. Fljótar að hlaupa heim, menn einnig fljótar að snúa við að koma að lokuðu hliði. Þá getur það að koma með rétt að stað, veist. Það sjá að lokuðu hlið, þá bara fara þær. Kannski lengra en það voru. Ef einn hleypar af stað, þá fylgist með svona á túnunum og eins og haustin svona, ef hundur geltir einhverstar á einum, og kleipir einhvers stað og þá fara alla bara með. Það fylgist með mannafærum á haustin. Maður tekið eftir að það er svolítið svona hæðótt túnin heima. Það er svona í brekkum og svona, og það sér allt einn hausu. Það er ekki forystukindin að fylgjast með hvernig þessi að koma upp til þeir. Það var alltaf að vera bara uppið. En við opnum alltaf inn á túnið á haustin í lok ágúst. Rétt fyrir göngur. Þá er flestar komnar heim. Þessar yngri, þeir eina fari aðra átt við rækstur. Þetta átt sem svo að það er eiga hlýða. Það fara eftir það sem hina segja, þessi eldri, sem þeir eldri. Sumar eru mjög sniður að fara í felur og bíða þar, alveg, graftjúrar. Það kemur það bara heim, hopp, það var bara þetta, sko. Það halda ekki þetta platan á, sko. Og svo er það hérna með stundum eru móflekka það eru verið svona illa við börn sem eru, já, minn er 70 cm aðeins. Bara með því. Það er þessi barnabörnin með pappa sem að hafa lent í þeim, svona aðeins. En við vitum ekki af hverju þetta er. Þessar svartflekkut hafa ekkert verið að sína þannig. Það er kannski einu og einu, en þetta er aðalega sem okkur. Eru það eitthvað skiptar eða eitthvað sama allt? Nei, það er ekkert að vera. Það er bara liturinn, sko. Og svo brúður. Þarna fór ég með góða myndavél með mér út á tún, heimsækja rútinn. Við fórum unga drengi sem fórum að heimsækja hennar rúti í heila viku og 5 degi, eða 10 daga eða eitthvað. Og hann vissi alveg að það var myndataka. Hann stilli sér upp og þeir koma bara til hans. Þið sjá bara hvernig þeir halda í vopninu og svona. Þetta var bara, þetta var eðall. Það er enginn eins og prúður. Og svo er það alveg gimbrum og rútilís. Það var margt búið að koma fram núna í dag, sko. Það var velur ákveðna ær. Svona út frá því hvað er besta við þær, hvað er svona skemmtilegast við þær, hvernig það er að hraga sér og það. Eins og til dæmis um ætterni og litur, gáfu, fljóta læra, vilja það fara, gáfulegir hérna.
Þessi bara krútleg, þessi gaman. Þú bara fæðið í, sko. Hvernig geðslag rólugegningar, ekki eðbunargangur. Og hvernig það fylgjast með og gera ekki þegar gripið í horninu, sem búið að vera að tala um. Það nóg bara, þú veist, taka það í síðu og þá bara alveg slakki, sko. Það er enginn að tala hérna bara með hendina ekki út allt, sko. Það ekki svoleiðis. Og svo persónuleikin, þetta eins og með þessa sem að rekur frá Garðanum, það góð persónuleiki, það stór persónuleiki. En það heitir hún dífa, þannig að það eitthvað sem segir manni það. Svo Sigur Laufs sem skemmtileg önnur og þessi gæfi við að ákveði svipur eins og textan hérna, til dæmis líkur hérna. Þær voru eiga Laufs í fyrsta skipti núna í vor. Það gengur allar vel að bera og þessi hérna var meira æðbungangur í henni en hún voru einu svona tvíland að þeim og hún á krútlegustu lömbi. Það voru líka mjög litlar og sætt frá krútlegar, þannig að það voru gaman svo hvað það er sagt um þann heimskum krút, sagt sem Já, ég hef þetta sett á hrúta, ef hrúta þá er þrýnur að setja hrúta á sem svona óskyldu meiri hlutarverð, það var samt alltaf að vera komið, alltaf vera skyldur í það. Lömb sem rólegegningar, rólegar tekið hvernig það er húsiklatan. Oftar en ekki gifnarnir settar á sem fæðast, erfitt að gera á milli, sérstaklega systrana. Þá er partnerstændum með hópnum til 2 árum. Sérstaklega eftir að eignast lömb og vil ekki koma heim haustinum að ægilegum eftirmiðum. Það sjálfkrafa skráð með bílsport og þá að fara í sumarlandi. Það er bara óhjákvæmilegt að einhver tíman verður einhverjar 100% fórstur að fara frá. Það er búið að vera svona, kannski annarkvært ár sem fá bílsport á hausti. Eins og þegar það var ofta gimbrar sem verður svona sísta til að setja á sko. Það var núna bara nýlega sem var sem sagt númer 404. Því er henni error sem maður var að pæla í því. Hún hét skrýtla samkvæmt fjárvís en alltaf kallað errorið. Hún var náttúrulega mjög mikið error. En hún var dásamlega falleg sko, það var þetta mjög. Svo það þetta. Þetta er nú Salka. Veit ekki hvort þið sjáu þetta hennan. Hún er með 2 lömb hérna í U-flokk. Undan heimskum út. Og hún er með gerðartöluna 9,2 og bakkunga 18,7. Þetta eru 5 lömb. Hún á 5 dætur og eignaði 7. dótturinn núna í vor. Þessi 3 lömb núna með 2 húnd og 1 kjumbu. Hún er sjálf ellendingur. En mér finnst magna að hún skuli vera með 2 lömb í U. Ég er ekki alveg náður. Þetta eru 19,3 meðalfaktum, það er 2 lömb með hérna. Ég er 80 kíló. Það er ekki vanið að þetta sé svona sko. Þetta er kannski svona 16, 13 upp í 16. Svona fyrir eftir hvort þessu margar eilömbur eða ekki. sem var að stigast. Þetta er lömbur sem fætti síðasta vetur, síðasta vor. Og það var hann draumur hérna, en þau voru öll sett á, öll þessi lömb. Það kannski verður í gang núna, þau eru 15 í vor. En þetta eru þessar dama hérna með dættur sínar og Salka með dóttur sína og svo draumur. Það er góður draumur, alveg draumur. Þannig stundum sagður að ég fór að heimsækja prúð, eða draum, meinti ég fast. Þetta er svolítið líkir svona geðslæðinni. Og hérna sem fórstu fjárhlutfalli hjá okkur. Það er einhvern allar að vera 100. En eins og ég sagði, það vantaði inni hjá Begga og Storm. Svona ættirnir hann einhvers staðar og aftur við föður ættina rauninni. Það er bara.
Þetta var alveg svona allt gott að styrkja okkur. Ég greiði pappirinn. Já. Ég var alveg að lofa fleiri fyrir nokkrum mánuðum. Já, þú kannst þetta. Það var Já. Það er svona begga. En þetta er sem sagt draumur. Hann er mjög sérstaklega að borða appelsínur. Það kemur tíðin að kalla og við notuðum það mikið þegar við vorum að stæða. Við léttum að ganga í garðanum, í jötunni. Við léttum að labba þar og hann var alltaf að þykjast alltaf stökk ofan í. Við sögðum bara nei og þá var bara svona alveg bara Það var ekki gaman eitthvað og svona. Hann hafði engan áhuga á kornóttafíðanu, þær eru 12. Hann hafði engan áhuga að skoða þær sérstaklega. Kornóttu ok, en það var mest að fjör að fara í garðan þar sem var fóstróttu voru. Það þekkti hann sitt fólk, sko. Og svo kom hann elskar hann dýr. Því ég tek mjög mikið eftir hjá okkur að þær halda sig saman. Fórstufið, ef það er með aftur í garðinni, þetta er heimskapínu, og svo sér maður aftur að þú að 5 fórustu á saman út í hodni. Já, það hefur alveg maður sér það. Þær fara og mikið frekar í burti og eins og er reka eitthvað. Það er hverjum safnir saman í stannast. Það er alveg alveg, sko. En týr er svona, já, það er spurning hvað lagur með hann. Ég hef mjög gaman á hann. Ég er alveg indi, sko. Og svo ákvað ég bæta við nokkrum myndum af þessu nýjasta. Þetta er sama gimbrinn Ég náði myndana sem var með svarta tungum, ég var þetta svo hrikrætt að þetta var með hvítt net. Svo aftur kom bara, það var svona slanga með tungum. Svo er þetta grá gimbur, þetta draum. Það er svona, ef við maður bara aldrei sér svona litaður, rauninni, í fórstufíði. Það er enda ekta fórstufíði, sem við kallum ekta eða alvöru. Við tölum ekki reynd eða eitthvað svona, við tölum ekta eða alvöru. Það er alvöru lömb að koma úr. Það var svona, þessi hún er mjög stór og hálfætt. Það er svona, náði nú ekki myndum á öllum gimbrunum. Þær eru 8, þannig að það verður gaman í haust. Það er þessi móðir þessara uglu. Er að gera. Það var að gera. Og svo er fylgjumikarnir með Sörpu. Og hún eru báðið mjög gæfir og hún svona aðeins gæfir eftir fórstofnum. Og svo var það kjúklingarnir Það voru pínu litla þegar fæddust, það var bara Það er búin að stækka mikið. Nei, móðirin var veik. Þetta takk úr henni nokkra jaxla. Þannig að hún var ekkert alveg upp á sitt besta þegar hún var að bera, sko. En hún fékk að fara út og þá bar hún bara úti. Og þá sá maður þetta pínlítið skrípið þarna einhversu úti í græsinu. Það fengu hita á alla pakkan. Það var allt sett í gang fyrir það, sko. Móðirinni sjá sem sagt haustlamb. Svona kannski hálfviti myndum maður segja. Hún er svona fórustukind sem er ekki með neina gáfur. En hún er samt gáfuð á einhverjum takt, sko. Hún er skrítin, segja það bara. Hún er svona litin, hún er svona litin. Það er kannski aðeins mér sagt til mamma, sko. En hún er mjög sérstök. Er ekki bara hún sérðið? Það má segja það, hún sem sagt, vildi ekki tala við mig í 2 ár. Hún bara vildi ekki sjá mig. Hún vildi ekki klapp frá mér eða neitt. Hún sem sagt var, áður hún eignast lömb sjálf. Hún var alltaf að stanga sem sama ár sem hún er að fara að bera, hún var ekki borin þarna og það stanga í grindina sem lömbin voru hinum með því sem hún búin að fætt. Því ég slægi niður, skammaði hann. Ég tala bara ekki við þig eftir. Þannig að alveg sama hvað ég reyndi. Hún sneri bara upp á sig og bara já, nei. En við erum góð einhverjum í dag. Reyndar. Þannig að kindur getur verið langrækna í 2 ár. Já, þessi er náttúrulega, hún er náttúrulega bara svona skilur. Hún er bara mjög langrækt.
að það rosalega lítið til, sko. Það bara, eins og þarna þau má alltaf bara, eru lömbin lifandi í henni, eða alltaf lægi með hana, hún var alltaf bara að kíkja svona á magann og hún var alveg vitlaus, hún bara snýrst við og húti, sko. Hún vildi ekkert að þau væri verið að kastast eitthvað í sig, sko. En þetta það sem ég með. Já, sem sagt, erum við að tala hábætt stóraugnabbi eða fórstu. Pælinga á grunni gamalla heimilda. Þessi heimild bókin Forystufé eftir Ásgeir og ég tók saman fyrstu 29 kindur í þessari bók og tímabilið þessara kinda meðan þær voru uppi á milli 1820 til 1950, þannig 130 ár. Og þetta, hann skipti bókinni í nokkra parta og það fer aftur eftir landsvæðum og þessar kindur eru allar úr Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu. En alltaf þar bæði á þessum svæðum en líka úr Svavari, Melrakkasléttu og Þingeyjarsýslu. Þannig svona nokkuð blanda saman. Bara svona mynd úr gamla daga eins og maður sér í gamla daga þessa stemningu inn, en aðalatriðið kannski ein mynd sem það var útskýrað aðeins betur, þetta í Stafni í Svartadal, Austur-Húnavatnssýslu, og þeir var rétt fyrir niðurskurð út af mæðingi, þannig að þessar kindur fóru æfing núna bara allar og það alltaf svona sorglega inn í að þessi mynd, en bara táknræn, þetta bara gamli stofninn, áður en bara allt var nýtt og það voru líka ýmsar fórustukindur í þessum hóp sem hurfu þá og síðan hefur verið Forystufé eins og þú sagði þarna upphafi næstum því allt úr Þingeyjarsýslum og bara örfáum svæðum. Já, þessar eiginleikar sem lýst ég þar í bókinni, það alls ekki alla einhvern veginn skrautlega, heldur mjög marga eru einlítar, voru þrjár mógöld samt tvær, svartar 6, svart flekkóttar, flísóttar með kraga 8, 3 gráar, en líka 5 hvítar og 1 kólátt sem var einnig þessi kólu sem þú varst með í sögunni. Þannig að það ekki rétt ef einhver segir fórustukindur eru aldrei hvítar eða það bara ekki dæmigert. Í gamla daga var það greinilega öðruvísi. Með horni það líka þannig það ekki alltaf grannhundar, það allt mögulegt til. Líka nýflottið, kortlátt, vaxalag, það eitthvað sem ég var að nefna líka í upphafi, sem voru grannar, vænar voru 6 og háfætta sérstaklega nefnda það verið háfætta sem í gamla daga voru einnig allar kindur háfættar, ef það var til sérstaklega fram, það var eitthvað mjög áberandi, voru 4. Gat verið einnig bæði grannakindur eða vænarkindur, það var ekki tengt því, það var bara einnig að háfætt þýðir ekki endilega grannklættur og líka það getur verið bæði. Getur það alltaf að verið hver var að skrifa? Já, það var svona hvað ég meina, hver var að skrifa? Hann skrifaði ekki sögurnar. Nei, ekki allar. Nei, það voru sendar til hans. Já, en sumar sá. Hann voru það, það getur verið svona mismunur hvað hver segir. Já, en hann skrifaði mikið hérna í Skagafirðinum, þar sem hann upplýsti marga þessara kinda sjálfur. Hann allar í fyrsta kaplanum, en auðvitað það útbending, en ég held það sé ólíklegt að einhver segja að hún sé vænkind ef hún væri grandi, ég held það sé ólíklegt. En svo háfætt fyrir 100 ára. Já, það var allar kindur voru háfættar. Það það sem ég meina. Já, það skóraði virkilega úr. En sem sagt varandi grand og vænbyggt, ég held það sé engin spurning að það sé þetta grand og hitt vænt. Eða einhver vafi á því á svæðum, eða einhver að meina grand en það vænar og öfugt. Það sé ekki tilfelli. Ég hugsa það sé alveg tilfelli að væna sig stórast. Nei, ég myndi taka þungan í það. Já, í vænt, já. Þess að það var líka ákveð. Það er mínum
mínumálsskilning. Það sem ég heita passífi það eins og lýsingin það í bókinni. Það stundum tekið fram sérstaklega þessi kind var sérstaklega væn og hinn var hins vegar, til dæmis þarna kaflinn Pól, hann var væn, en það var strax skipt yfir næsti föðurstusóðurinn sem var samtímis í hjörni. Það var sagt, hann var hins vegar grannvittur, þannig að það þá uppljóst að þessi kind var virkilega ekki grannvittur, annars hefði ég verið orða öðruvísi. Þess vegna finnst mér það leiklega að það sé eins og þú sagði. Það þýðir líka punktur. Já, nákvæmlega. En það er ákveðt. Já, það er ekki það, það er ekki tengt því. Ekki varsta lægi, en eðlilega. Til dæmis líka fyrir og skjálfjörn, það er þannig að það er virkelig háttvægt í, en það er vænt. Það er virkilega breytt og mjög þungt. Ég ásum svo einan hennar svona. Samt það þannig, sko, þegar hugsa þetta, ég myndi ekki segja að það sé vænt. Þó sé háttvægt og þungt. Þetta vera líka til á tildi vasa. Já, Það vaksa ekki áfram út að það eru söðir og það er bara búið. Þetta er dóttir Silla, Hallár. Og hún er með frekar dögg. Í því eiginleika nummer 2 er ég bara annar kaflinn höfðið eða hausinn. Stórt höfuð kom fram höfuðsinnum, breytt enn í þrisvar. Nei, alls ekki allar fórstu kindur voru með mjóan haus. Gilt snoppa þrisvar, brúsku loðið framan, það var líka oft tekið fram sérstaklega og fjölskúfur tvisvar. Það er líka sem voru tekið sérstaklega. Talandi nasir, flæsta nasir og stór augu en ekki líka allar. Skatt eigur 5. Bara sem sagt, bara smá bending. Í gamla daga myndi alls ekki allar kindur og allar fósturkindur falla undir þetta ræktunarmarkmið sem sett upp í dag. Bara að gera sig grein fyrir því. Það er kannski aðal tilgangurinn með þetta yfirlit. Og minna áberandi eiginlega koma það ekki fram. Ef það er eitthvað sem er ekki áberandi, verður ekki talað það. Sem það er allt skráð eftir minni og venjulega voru engar myndir auðvitað til af þessum kindum. Já, bara nokkra myndir. Þetta er Auður undan Sela, líka á bústu. Og hún já, núna, ég lét sæða hana með Steinri. Og hún eignast sem er mjög rólegur, mjög skemmtilegur. Það verður mjög spennt í hvað verður hún. Hann er hundur. Ég var að vonast að fá eitthvað kopplopp, það tókst ekki, en auðvitað móðurinn er hund. En mjög fallegur, hann er nóg opnum flekkóttur. Og sem sagt mjög rólegur, yfirvegaður, ég vonandi fyrir hann á undan, það á eftir að sýna sér, hann er inni núna út af ferðinu, en já, það er bara svona sem dæmi. Skapgerð og andlega hæfileikum, það er einmitt þetta sem við erum að sérstaklega aðhuga. Taka fórustu 8, 27, en það var líka einhver munur á því sumar af þessum fórustukindum voru eingöngu á undan við krefjandi aðstæður, annars sá það ekki tilgang því, bara að spara orku voru ekki á. Það er eitthvað sem kannski maður þarf að hafa í huga, eins og Gulla var að nefna á hverju fóru ekki fyrstar í gegnum lífið, það var bara til hvers hægt að spara orku, það var augljóst hvað átti að gera og þurfti ekki að gera neitt sérstakt til að láta þetta ganga upp. Þannig að mín hugmynd að vaka það. Veðurglögg, það er líka misjafnt, flestar voru veðurglöggar, ekki allar. Og það sem mér fannst hjá Óskari, það sem ég heitlega mest, að þú bendir strax á það að þínar kindur líða bendingu. Og það var ekki hjá öllum. Í gamla daga var sérstaklega tekið eftir því og bara skráð ef það var mjög gott. Samt held ég að það hafi verið algengara en í dag, þar sem ekki allir leggja mikla vinnu í það að bara spekja, ekki bara spekja, fórstu heldur vilja temja og kenna þeim. Og það er eitthvað sem mætti kannski nota meira á mínum mati. Stygt og gæft bara bæði 8, en það var bæði 10. Og
Já, það sem sagt líka nokkuð dæmi, til dæmis klukka á Botnastöðum, dæmi blending. Móðurinn var nefnilega ekki forystuær, hún var sérstaklega væn og þrekmikil, en faðirinn var ekki léttrættur sjálfur, en hann gaf sem sagt góð lömb sem voru að hluta til forystukindum. Móðir hans var hins vegar góð forystuær. Það sést líka mjög vel bara út frá þessari ætt hvernig það kom út. Blendingur og líka ýmsar forystueiginleikar. Og samt hjá henni sjálfri, Klukku, var snemma á forystuhæfileikum. Hún fór alltaf á undan og var sérstaklega viðbrögð. Og dóttir hennar og dóttir sonur hennar eftir þetta bæði. Kápur var annar dæmi í blending. Móðurinn hét líka Kápa, var ekki forystuær, en skerp og kristleika kyn eins og sagt var. En faðurinn var hins vegar hvítpollóttur, forystufrútur. Þannig að það allir þessar staðímyndir koma henni ekki fram í þessum kynntum. Já, það er svona í lokin eina mynd sem ég finnst bara svona lýsandi vaninn sauður. Og bara mjög manneskju greinlega og elska umgangast börnum. Það kannski það sem maður óskar sér fyrir að það mjög einfalt og maður vinnur saman, samskipti á milli manna og skepna og sérstaklega milli barna og kinda. Já, það var það sem sagt sem ég ætlaði bara að sýna, það sem það verður talað oft samanburð hvernig var það í gamla daga og margir eru búin að heyra á bókinni, kannski ekki allir búin að lesa hana og spjalla á milli. Það mætti gera miklu meira í því en ég náði því ekki bara út af tímaleysi, kannski gera þetta einhvern tímann alla bókina. Sæl verið Daniel Hansen heiti ég. Ég nú uppalinn í sveit að stærstu hluta en sá ekki forystukind fyrir ég var komin yfir 50. Ég hef bara lesið þetta og þekkti ekki til þessa þannig að því sem hafið búið með forystufé vitið þekkin ekki meira til þeirra hegðunar mynsturs þeirra og eiginleika þeirra en enga síður þá fluttist ég norður í Þistilfjörð og gerðist þar skólastjóri. Svona síðustu árin mín sem kennari hér var nú að fara gamall nemandi minn, hann Dóri frá hvað heitir það? Súluvellir frá Ítanesi í mínum huga. Já. Hann var nemandi minn fyrir svona 40 ára tæpa. En þegar ég kem norður í Þistilfjörð þá sé ég fólk vinna með forystufé. Það notar hljóð og bendingar til að segja þeim fara til hægri, stoppa og fara til vinstri og ég sé alveg að þarna eitthvað annað að vera í þessum kynntum en öðrum og ég fer að kynna mér þetta allt saman og úr þessu kynnum mínum þá kemur það í ljós að allar forystukindur landsins og þar með heimsins ættaðar úr Þingeyjarsýslu, norður Þingeyjarsýslu. Því að þetta var algengt allstaðar allt land fram að fjárskiptum þar 1950. Þá þetta skorið niður út af mæðuveiki og svo það sem var seinna riðuveiki. En svo þegar menn fóru að taka sig kindur aftur þá voru breytingar í samfélaginu líka, það var hægt að beita fé, það var orðið betri, heyskapur var orðið betri og hús orðið betri þannig að það var meiri innistaða á fé þarna þegar kemur fram undir 50 og 60 þannig að þörfin fyrir forystufé var ekki eins mikil og menn voru ekki að taka forystukindur, þeir tóku frekar kindur sem gáfu meiri afurðir þegar voru eftir fjárskipti. Og svo var þetta nú bara útdautt forystufé víða á landinu í áratugi ef svo má segja, en svo byrjar dreifingin, mikið orsökin sú
að þegar menn í Þistilfirði og Öxarfirði og Sléttu fara að selja gimbrar eftir rifu niðurskurð, þá lauma þeir einn og einn í gimbur að forystukyni með. Og þannig vaknaði áhuginn hjá hinum almenna bónda út allt land fyrir því að þetta væri nú gaman að hafa þetta í hjörðum og menn sáu líka hegðunarmynstrið var öðruvísi og þær voru notaðar það sem var rétt að þeim farið. Þannig að það má eiginlega segja að sérviskir bændur í Norður-Þingeyjarsýslu björguðu þessum einstaka stofnum. Síðan hefur það breiðst út allt land og svo með sæðingum líka sem byrja mjög snemma á sæðingarstöðum eru forystuhúta og það má eiginlega segja að þar með upphefst forystukindin eða hún byrjar aftur að vera svona fjörögg í sauðfjárbúskap. Litirnir á þeim, eins og maður hefur séð í bókinu frá Gottorp og viðtalið við mjög margt gamalt fólk sem hefur komið til mín í forystusetri, að það var mikið einlitt, en svo þegar þeir fara að fá þessar forystukindur, þá eru þær margar mislitar og fé var á þessum tíma var stærsti hlutin af fénu var hvítur, þannig að þær voru mjög kærkomnar svona sem skraut í hópi og börn tóku oft sérstaklega afspóstri við forystukindur. Nú kannski forystukindur náttúrulega, þær hafa alltaf verið til, ef að svo má segja. Það er til sagnir þar í Biblíunni og það eru til sagnir það víða í gegnum söguna. Það í okkar bókmenntum, Íslendingasögum eru sagnir af forystukindum, þannig að vísindamenn telja að þær hafi komið landnámsmönnum ásamt öðru fé til landsins og menn séð fljótt að það var sérstök not fyrir þessa kindur. Hvort sem það hafi komið frá Noregi eða Bretlandseyjum, þá veit ég ekki og enginn. En þær munu hafa blandast við önnur sauðfjárkyn út í Evrópu og þar með mist hæfileikana til þess að vera forystukyn. En hér á landi þá bar mönnum gæfa til þess að halda þeim sér. Þeir hafa fljótlega lært að það blönduðust mikið og mistu þær hæfileikana, en þeir héldu þeim sér, þannig að þær hafa aldrei mist þessa einstöku hæfileika sem þær hafa. Og við erum með eitthvað fjársjóð, genafjársjóð sem hvergi til annars þar í heiminum, en menntamálaráðuneyti hér hefur ekki viljað viðurkenna eða hjálpa okkur nægilega vel til þess að fá þetta viðurkennt sem fé í útrýmingarhættu heldur lítar á það sem eitthvað fjársjóð sem er á að vernda eða eitthvað því. Ég held að þurfa að taka mikið dýpra í árin og þetta verði verndað sem dýr í útrýmingarhættu. Ég veit ekki hvað ég á að segja ykkur meira. Ég byggði upp þetta fræðasetur forystufé bara að áhuga fyrir þessum kindum sem ég sá þarna í Þistilfirði og það hefur gengið vel. Þegar við byggðum þetta þá hefur við gefið hús og styrki til þess að byggja þetta upp og við eigum þetta skuldlaust og ég er komin á eftirlaun og þetta mitt hobby að reka þetta. Ég kaupi ull af bændum og læt framleiða sérstakt band úr þessu. Hér nú einhverju stærstu ullarsölu fólkið hjá mér. Ég fæ reif af yfir 30 kindum. Ég svo heppinn að Gilhaga ullarverksmiðja sem ég læt spinna allt sem alla ull sem ég fæ innan þess svæðis. En svo hitt þarf ég að fara með suður í uppspuna til að láta spinna það sem utan nýs svæðis. Við erum að gera tilraun núna með að vinna, ég fekk peninga úr matvælasjóði til þess að vinna sérstakt úr kjötinu og það kemur vonandi fram seinna á þessu ári, einhverja nýjar afurðir sem að verða úr þessu. Þetta ég alltaf að gera til þess að halda þessari skepnu á loft og
sýna hvað hún öðruvísi en aðrar kindur. Vísindamenn hafa ekki verið mjög áhugasamir að gera rannsóknir á forystukindur frekar heldur en vísindamenn og fuglafræðingar hafa gert hundruði rannsókna á fuglum, en ég held að það sé bara ein rannsókn sem hefur farið fram á þeim fugli sem gefur okkur mesta peninga, þar að segja æðarfuglum. Það eru til 10 af rannsóknum á hrafnum. Þetta sýnir svona svolítið, ég búin að benda mjög víða á að það sé að gera alls kyns rannsóknir, til dæmis BS-nema og Hvanneyri, þeir geta gert alls kyns rannsóknir á forystufé, en það hefur aldrei verið áhuga á því, og ég held að Gulla sé sú sem hefur farið lengst í að gera einhverja rannsókna á forystufé fyrir utan. Ég ætla að láta ykkur fá grein sem var skrifuð forystufé sem kom í náttúrufræðingunum fyrir nokkrum árum og gert sérprentun fyrir mig. Ég ætla að dreifa því til okkur og það rannsókn og upp úr því var forystufé viðurkennt sem sérkyn. Ég líka að gera rannsóknir bara á fólkinu sjálfu. Já, ég veit það. En það var 3 ritgerðir verið gerðar eða 4 forystufé. Það sem Gulla gerði, Sigríður á Gunnarsstöðum gerði með skildleikaræktun og ræktun á forystufé aðallega í Þistilfirði. Lárus G. Birgisson gerði sína rannsókn þar fór hann allt land og taldi og hringdi í fólk og skrifaði niður. Það var dreifingu þess í sýslum og sveitarfélögum, liti, hornalag og allt annað slíkt. Þetta gerði hann mjög vel. Og svo hún hvað heitir hún í Húsavík? Hafdís. Hún gerði rannsókn á hegðun hjá forystufé. En þið sjáu það að þetta óplægður akur, þannig að það hægt að gera mikið. En ég ætla ekki að tala mikið forystufé því að þið sem að héldu hér erindin áðan, mikið óskaplega að vera skemmtilegt og það kom eiginlega allt fram í ykkar 2 erindum sem varðar forystufé. Bæði hegðun þess, byggingu og annað slíkt, og við Árni förum með fullt af upplýsingum og hugmyndum frá ykkur inn í. Ég hef verið í að vinna með þeim Eyþóru og Árna og fleirum í sambandi við ræktunarmarkmiðin og ýmislegt annað. Það var einhvers staðar að byrja. Ég sagt við meðalans það sem Árni hefur verið að vinna núna í sambandi við fjárvís. Það var fyrir tilstil að ég fékk styrk til þess að gera þetta og gat heimfært til þeirra. Einnig fékk ég fyrir nokkrum ára styrk frá menningarsjóði KEF af öllum og þá gat ég safna sínum nefstrókum og forystufé víða. Ég held ég hafi tekið úr einhverju hjá ykkur og eiginlega öllum kindum í Norður-Þingeyjarsýslu, þannig að áður en ARR kom, þú fékkst nú mínar niðurstöður, að það var svolítið sjokkirandi það sem kom úr því. Því það var áhættu arfgerð eða hlutlaust í nánast öllu forystufé. Sem að segir okkur svolítið sögu sem að munnmæli hafa sagt, eða gamlir menn og konur hafa sagt mér, að mjög líklega hefur riðan borist með forystufé landið. Menn voru að kaupa forystufé norður í Mývatnssveit, það var þetta á Barðastöðum. Það var keyptar forystukindur norður í Mývatnssveit, norður í Svarfaðardal og víðar. Og það hægt að rekja það að riðan kom vestur með þessum skepnum. Þó að viðkomandi hafa ekki viljað viðurkenna það, en þá aðrir sem að segja á þessum bæjum hafi fyrst sjást svona höfuðsóttarkindur eins og voru kallaðar þá. Þannig að það mikilvægara heldur en með hinar kindurnar að við pössum okkur á því að koma ARR inn í stofnforystufjár og það verið að vinna það verkefni eins og við sögum á 2 bæjum í norður Þistilfirði og Öxarfirði, í Hafrafellstungu og Gunnarsstöðum
og það er gert með RML, þið eruð yfirmenn yfir því verkefni, er það ekki? Já, jú. Og styrki það og styðju og stjórnir? Já, og út úr því ávæntanlega verða eftir ykkur ófá ár að komi hrútur á sæðingarstöð sem að er ARF hrútur, sem er hægt að dreifa þá sæði úr hingaðfangaða landi til að koma þessu inn í þennan merkilega og góða stofn. En svona í lokin þá ætla ég bara að þakka þeim sem að standa að þessu fundi, sérstaklega fyrir þetta frábæra framtak. Mér langar til þess svolítið að beina því til ykkar sem að hér eru eða annars staðar á landinu, að halda þessu áfram, bara jafnvel svona hringinn í kringum landið og kynna forystufé og hafa svona fundi kannski einn og árið annan hvert ár þar sem að fólk getur hist og skoða hjá öðrum og lært eitthvað af einhverjum, ef einhver lærir eftir því sem við höfum verið að segja. En það er eitt sem að ég hef staðið fyrir núna og gerði með Suður-Þingeyingum. Þar voru hrútasýningar í haust á forystuhrútum og ég dæmdi ásamt ráðuneyti, Guðrúnu Hildi, dæmdu við 30 forystulambhrúta og við notuðum þennan skala og það var svolítið gaman að nota því að við gátum notað megnið úr skalanum og svo gaf ég, eða fyrir hönd fræðasettastur forystufé, gáðum við bikar fyrir stiga hæsta hrútinn og þetta tel ég að sé einhver besta hvatning til þess að hvetja fólk áfram í því að rækta gott forystufé. Og ég veit að í vor í Þingeyjarsýslu þá voru menn byrjar á því að spekja valda lambhrúta og til þess að reyna að gera þá góða og hlýða vel og þannig að þeir fá nú hátt fyrir lunderni og þeir standi kyrri þegar haldið þeir í hornin og svo ætla bændur að halda þessu áfram í haust svo það komið smá metnað og þetta eitt af því góða í varðandi ef við ætlum að halda þessum stofni hér á landi og halda honum góðum þá þarf einhvern veginn að búa til einhvern metnað og skemmtun í kringum þetta þannig að þessar kindur eru ræktaðar í allt öðrum tilgangi heldur en kjötféð og þá þarf að umgangast að öðruvísu og byggja einhverja skemmtun upp í kringum þetta. Og ég vona bara að það verði víðar landi sem að verður svona þannig að ráðunautar fá þá tækifæri til þess að nota skalan og við fundum svo væntanlega einhvern tíma þetta og breytum skalan með að sjá að þetta vont að gera þetta eða hitt og þá ég var nú svo, ég gleymdi einhvers staðar í fjárhús allum dómunum, ég ætla að senda aðna til þess að færa það inn í fjárhús, en ég skal halda þessu öllu saman í haust og bygga þetta inn og senda þessu og geti sett þetta inn á dóma hjá viðkomandi hrútum og gjarnan að birta þetta því að þetta svona virkar hvetjandi fyrir aðra sem að standa í þessu. En ekki óskaplega var gaman að heyra í ykkur báðum tveim, því þeir eru náttúrulega þið sem að standa þessu stóru nördum, þessu stóru ræktun, þið eru náttúrulega svolítið nördar og stórskrýtnar og þið vitið náttúrulega af því. En þetta bara svo mikilvægt fyrir forystufjár stofnýrlandinu, það sé einhverjir sem að hafa dálítið góðan stofn og þegar að fram í sæti þá held ég að þarna séu fjársjóður hjá ykkur og það verði ef að verði eitthvað útflutning á forystufé þá standið þið framar öðru með mikið úr að velja og væntanlega það var ekkert að fara að flytja út fyrir afturorðið með ARR en ég veit að það eru svona hugsanir í sambandi útflutning.
Norðmenn eru mjög, þeir hafa komið að skoða forystufé og þeir eru, ég man ekki hvað heitir læmingin eitthvað byggindi sem að þar sem að ræðst á lömb á vorin og þær hafa mist hæfileika til þess að forðast þá sem að er að ráðast á þá og svo ráða þær bara út í skógi einhvers staðar. Þeir hafa gert miklar væntingar til þess að forystufé geti hjálpaði við það að forðast frá þeir sem að drepa lömbin. Því þið hafið þið náttúrulega þar sem hann Ólafur Dýrmundsson var að minnast á kindina í Ameríku, þannig að Stefaníu, þetta ekki söguna hana. Já, það er kannski einhverju sem að þekkja hann ekki. Hún fékk þessa forystublending sem var alveg óbóðslega flott og einu sinni tók hún eftir því það gengur út í skógi að hún kemur lappandi með allan hópinu eftir sig upp á hádegi að degi til með og ágætu veðri. Hún skilur ekkert hvað að vera. En svo bara svona seinnipartinn þá sér hún út í skóginu koma lappandi björn. Þannig að hún var bara að taka féð heim til þess að forða því frá hættu bjarnarins. Þetta eitt af því sem að forystuféð býr yfir eins og náðargáfa.